Hver er munurinn á fæðukeðju og fæðuvef? Við skulum skoða einfalda fæðukeðju. Ég er með gras sem er frumframleiðandi, framleiðir sína orku sjálft. Svo er ég með kú sem borðar grasið og svo ljón sem borðar kúna. Það þarf ekkert alltaf að vera brjálæðislega langt eða flókið. En fæðukeðjur geta verið miklu lengur. Ég get verið með plöntusvif, rækjurnar borða það, sandsílið borðar svo rækjurnar, makrillinn borðar sandsílið, túnfiskurinn borðar makrillinn, hákarlinn borðar túnfiskinn og maðurinn borðar hákarlinn. Hér erum við með frumframleiðanda, fyrsta stigs neytanda, annars stigs, þriðja stigs, fjórða stigs, fimmta stigs, sjötta stigs neytanda. Mögulega gæti þessi keðja verið ennþá lengri. En ég get líka, maðurinn getur borðað, er það ekki, makrillinn og túnfiskinn. Við getum teiknað inn fleiri tegundir þetta. Ég geti teiknað inn lunda. Lundinn borðar sandsíli og við borðum lunda, þó við gerum ekkert mikið af því. Þannig að leið og hér er sér fæðukeðja inn í fæðuvefnum, því leið, látum þetta fara, leið og ég komi margar fæðukeðjur saman, ég get haldið áfram og bara fyllt út töfluna hérna þess vegna, ég ætla ekki að gera það núna, en eftir sem er fleiri fæðukeðjur, þá verður fæðuvefurinn stærri. Og ef ég er með fæðuvef, þá get ég alltaf tínt einstaka fæðukeðjur í gegn og teikna þær upp sérstaklega ef ég vildi, eins og hérna, ég gæti skrifað eitthvað hluta af þessu hérna plöntusvif, rækjur, sandsíli, lundi, maður. Það er sér fæðukeðja inn í þessum litla einfalda fæðuvef sem ég gerði.